Eigendur Gjástykkis munu krefja ríkið milljarða og jafnvel tugmilljarða bætur verði þeir sviptir nýtingarétti á svæðinu með einhliða friðlýsingu. Formaður Eigendafélags Reykjahlíðar sakar ríkisstjórnina óheilindi og segir samstöðu heimamanna algjöra í málinu. Ríkisstjórnin boðar í rammaáætlun að eitt af háhitasvæðunum í Þingeyjarsýslum, Gjástykki, verði friðlýst. Þrátt fyrir að fulltrúar viðkomandi sveitarfélaga, Norðurþings, Þingeyjarsveitar og Skútustaðahrepps sem og landeiganda hafi í viðræðum við umhverfisráðuneytið í vor hafnað algjörri friðlýsingu. Við köllum þetta bara óheilindi í vinnubröðum. Ég verð að segja annars svo og kemur okkur alveg mikið á óvart að þetta skulle verið sett í vendaflokk. Stefnumörkun ríkisstjórnarinnar gengur gegn svæðisskipulagi sem gerir ráð fyrir orkuvinnslu í Gjástykki, en öll sveitarfélögin samþykktu skipulagið og þáverandi umhverfisráðherra staðfesti það fyrir 3 árum. Eitt sem ég verð að láta koma hér fram, samstaða allra þessara aðila á svæðinu er algjör og í raun og veru fráleitt að ganga svona fram í máli eins og þessu. Málið snýr einnig að eignarrétti Gjástykkis en stór hluti þess tilheyrir Reykjahlíð. Eignarrétturinn, hann er ekki virtur. Það á að friðlýsa hvað sem það kostar. Ólafur segir það eina ljós í stöðunni hversu verðmikið ríkisstjórnin telji landið vera með 100 ferkílómetra hrauni. Þar undir er hins vegar fólkin mikil orka sem landeigendur ætla ekki að láta taka frá sér bótalust. Þetta er eins og ef einhverju ætla að taka efstu tærhæðina á þér eignanámi, þú hlýtur að eiga kröfu á því sem að ef þú átt húsið allt saman sjálfur, ekki satt? Hvað getur tólið miklar bætur? Já, miðað við það sem þeir eru að verðleggja það núna, þá síðan þetta geta hlaupið á milljörðum vegna þess að 45 megavata virkjun, því ættu að kanna það hvað er mikill arðsemi af því hjá Landsvirkjun, til dæmis. Það er bara líklega hleypur á milljörðum ef ekki 20 milljarða. Það er nú bara svo einfalt.